Forseti, ég flyt tillögu að starfsreglum nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingum á starfsreglum kjör til kirkjuþings og þetta frá löggjafarnefndinni. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 4a fái ekki framgang. Og bara aðeins til þess að við séum að rifja upp á því þetta hérna nokkur mál sem við erum að leggja hérna nefndarálit fram. Þetta var málið þar sem átti að skrá sig á kjörskrá. Þetta var það mál. Og við leggjum sem sagt til að það mál fá ekki framgang og undir þetta ritar öll löggjafarnefndin og við vorum sammála þarna. Orðið laust. Enginn hefur hvað, já. Arna Gretarsdóttir tekur til máls. Nei. Forseti, þar sem ég flutti þetta mál núna fyrir líklega 2 árum síðan og hef ennþá í hjarta mínu mikla trú á því að þetta sé sú leið sem við þurfum að fara, það að þjóðkirkjufólk geti fengið að taka þátt í því að kjósa til kirkjuþings. Þá varð ég að koma hérna upp til að segja að ég hef ekki skipt skoðun. Hins vegar kaupi ég þau rök í þessu máli sem öðrum sem að birtast okkur í bréfi frá kjörstjórn sem nú þegar hefur tekið til starfa og þess vegna ætla ég að taka undir með löggjafarnefnd en vonast náttúrulega til þess að einhver taki þetta upp á næsta kjörtímabili, þá því 3. sem að þetta mál fær umfjöllun. Þannig að það virðist þurfa kannski 3 kirkjuþing til þess að eða kjörtímabil réttara sagt til þess að mögulega mögumst í þessa átt. En aftur ég ætla að ítreka það, ég hef ekki skipt skoðun. Hins vegar tímaramminn og naumur og því mun ég fylgja löggjafarnefnd í þessu máli. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, það rétt að löggjafarnefndin taldi þetta ekki pargáfulega tillögu og helgaðist nú kannski meðal annars og ekki síst af því að þarna var lagt til að 170 manns kysu 12 presta og 180.000 manns kjósi 17 leikmenn á kirkjuþing. Þetta náttúrulega ég ætlast nú til eftir alla þessa umræðu að við leggjum þetta aftur fyrir okkur. Við hljótum að vera komin lengra en það. Það var náttúrulega ekki, þetta mál fellur heldur ekki á einhverju niðurstöðu kjörnefndar, heldur vegna þess að framkvæmdanlega séð, það að segja framkvæmdanlega séð, gengur þetta ekki upp. Tíminn er löngu fallinn til þess. Af því þetta það mikil breyting. Svo kannski eitt annað sem ég get komið inn á í þessu, sem var nú ekki ályktað sérstaklega í löggjafarnefndinni, en það það þegar kirkjuþing skipar nefnd til að vinna tiltekið mál. Og á sama tíma og jafnvel klárlega áður en nefndin lýkur störfum, þá voru lagðar fram tillögur af kirkjuþingsfulltrúum sem fjalla nákvæmlega það sem að nefndin að vinna að. Þetta ekki góð vinnubrögð. Við hljótum fyrst við erum að skipa nefnd til þess að fara yfir tiltekin mál, þessu tilfelli kosningamálin, þá hljótum við að gefa henni svigrúm til vinnu og til að skila af sér, síðan getum við komið fram með tillögur. Ég held að við getum almennt sammælst þetta.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Jú, Einar Már Sigurðarson. Forseti, það nú svona til þess að brjóta ekki hefðir, það var nú kannski rétt að taka örlítið til máls. Ég náði að halda mér í borðið áðan þegar við ræddum stærri mál, en af því að Malla minntist á það að hún hefði verið búin að hafa samband við nokkura til þess að leita svona leiða hugsanlega til þess að ná víðtækari sáttum 35. mál. Þá var ég búin að setjast niður af því að hún var búin að ræða við mig og ég var reiðubúin til verka og reyna að átta mig á hinu og þessu í málinu og svona hugsanlegum lausnum. Og ég sá þessa tillögu með hana sem að hér gerð tillaga að fá ekki framgang. Í öðru samhengi þarf að segja að það var hægt að blanda saman skiljiði breytingun það að vígðir og leikmenn kysu í einum potti, að þetta gilti alla, að skrá sig sem sagt sá hópu bara skrái sig inn og það væri svona ákveðið skref í því að opna allt. Þannig að við skulum ekki útiloka, Stefán, þetta fara alveg aftur fyrir en ekki í þessu formi og algjörlega klárt að núna auðvitað engin tími til þess. En þetta svona dæmi það, sjáum við, þar sem við getum fundið lausnir ef við skoðum allt með opnum huga og kannski blöndum saman fleiri en einni tillögu. En sko, minn vandi auðvitað sá og kannski okkar margra að við erum orðin vön því að löggjafarnefndin sé með minnst 2 álit og við getum svona reynt að gera upp á milli, en nú allt í einu bara 1, þannig að þetta verður allt of einfalt fyrir okkur en vonandi verður við fljót þá að afgreiða málið. Nokkur að biðja orðið á skjánum? Þetta var þetta biskupinn. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðið þá lokið og gengið verði til atkvæða. Þeir sem að samþykkja þessa tillögu gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Einhver á móti og samþykkt samhljóða. Fyrir þá tekið þá nefndarálit tillögu á starfsreglum eins og það stendur frá löggjafarnefnd og framsögumaður Magnús Erlingsson og tekur hann nú til máls. Þetta 27. Þetta 27. mál, Magnús. Nú, hér tillaga starfsreglum breytingu á starfsmönnum kjör til kirkjuþings. Já, löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 27a fá ekki framgang. Löggjafarnefnd minnir á samþykkt lúterska heimssambandsins þátttöku ungs fólks í nefndum og ráðum kirkjunnar og treystir því að ungt fólk verði sérstaklega hvatt til þess að gefa kost á sér til setu á kirkjuþingi. Amen, segi ég. Það hefði þó verið betra hefðum við borið gæfu til þess að samþykkja einn anga þessu 35. máli sem hefði tryggt það að það eru að minnstakosti 3 ungir sem sætu á kirkjuþingi með atkvæðisrétt og fulla aðild. Ástæða þess að í tillögunni var talað þeir kæmur 3 fjölmennustu prófastsdæmunum. Það ástæða fyrir því þeir geta nefnilega ekki komið úr hinum. Eðlilega, ef við ímyndum okkur til dæmis Vesturlandsprófastsdæmi og þar sett að það skuli að minnst vera 18-35 ára myndi það þýða að þeir sem eru 36 ára og eldri þeir vera útilokaðir. Þannig að þess vegna þetta nú sett svona inn. Það kannski stóð í einhverjum þetta með fjölda presta lætt það nú vera en ég enn á því að það sé best að reyna að
styrkja grassrótina og það var það sem 35. mál gekk út á, því þar var talað að það væri kosið í sóknunum sem eru grunneining kirkjunar. Ég skil nú ekki að ég skuli hafa ritað blamið hérna, skuli tekja mér að vera framsögumaður, því að ég er eiginlega bara að lýsa því hér yfir sko að það hefur mér sérstakt baráttumál að tryggja ungu fólki hér sætinu. En ég ætla þó að segja hérna eina smá sögu, sko, fyrir 25 árum síðan þá stóð ég hér í þessum ræðustól og talaði fyrir því að djáknar fengi að kjósa til kirkjuþings og ég vil sitja á kirkjuþingi og það fannst mennum náttúrulega algjörlega út í hróa hött. En það tókst nú eftir að ég hætti sko, þannig að ég vona það að það takist að koma þessi í gegn að fjölgi ungu fólki, þannig að það er með vissum trega að ég lesi þetta upp. En Orðið laust, til máls tekur Steindór Haraldsson. Já, forseti, ég verð að nota tækifærið sko og segja það sem að mér liggur á hjarta í þessu máli þegar að vera að tala ungt fólk. Ég þekki nefnilega hjón sem að náðu því ekki alveg að verða afi og amma 35 ára en næstum því. Sko 35 ára var, ég veit ekki hvort að það var eða hefur nokt að verið sko, þetta er svona mesta lagi að þetta segði sem miðaldra fólk. En þetta er sko ekkert ungt fólk. Þetta er skrítið að tala 35 ára fólk sem ungt fólk. Forsætisráðherrann okkar var 35 ára og hún tók við. Sko, ég meina, mér finnst að fólk sko eigi að vera svona kannski 18 til 25-6 ára gamalt. Það sé kannski ungt fólk. En ég man eftir því í gamla daga, þegar að ég var að berjast þegar ég var ungur maður. Það var nefnilega einu sinni þannig. Og þannig er að þá var mann að starfandi í þessum stjórnmálaflokkum og svona. Það var einn sem var að vinna þar og var 34 ára gamall. Þá samþykktu við það að mörkin fyrir að ganga í samtök ungra í þessari hreyfingu sem ég var í væri 35 ára. Svo tók kirkjan þetta upp. Þetta er ekki gott. Því að þetta er ekkert ungt fólk. Við eigum að reyna að fá ungt fólk, ekki miðaldra. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið. Þeir sem að samþykkja þetta nefndarálit gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti, það er einn að móti og það verður skráð. Það eru tveir að móti, en þannig er það málið nú lokið og afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið nefndarálit tillögur á starfsreglum og svo framvegis frá löggjafarnefnd og framsögumaður er Anna Guðrún Sigmundsdóttir og þetta er á þingskjali 29b og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt nefndaráliti tillögu að starfsreglum breyting á starfsreglum kjör til kirkjuþings nr. 8/2021-2022 frá löggjafarnefnd. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillögu á þingskjali 29a fái ekki framgang. Bryndís Malla Elídóttir, Elínborg Sturludóttir og Kristrún Heimisdóttir sátu hjá við afgreiðslu málsins og Jóhanna Gísladóttir er fjarverandi. Og við sem skrifum undir er Anna Guðrún Sigmundsdóttir, Konráð Gylfason, Magnús Erlingsson, Óskar Magnússon og Stefán Magnússon. Og eins og fleiri þá þurfti ég að rifja upp hvaða mál þetta er. Þetta er að kirkjuþingsfulltrúi geti að hámarki setið 3 kjörtímabil. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt þetta nefndarálit gjörðu svo vel að gefa merki. Gefið merki, takk, einhver á móti.
1 á móti, 3 á móti, þannig það nefndarálitið samþykkt og málinu þar með vísað frá. Og þá því lokið og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. En mér langar nú að því að nú komið að lokum þessa fundar að segja það nú tækifæri fyrir okkur öll að tala fyrir því að ungt fólk verði kosið á næsta kirkjuþing. Og ég ætla bara rétt að vona að það verði komið einhver ung manneskja í staðinn fyrir mig sem nú að ljúka mínu 3. kjörtímabili hér. En að því sögðu þá það bara ekkert löglegt að banna fólki að gefa kost á sér í fleiri en 3 kjörtímabil. Það hægt kannski í einhvern klúbbum en það ekki hægt hvorki til kirkjuþings, Alþingis né sveitarstjórnar. Það bara lýðræðisréttur samkvæmt stjórnarskrá að fólk geti, og það ekki hægt að hamla því að fólk geti verið lengur en þetta. Þannig að ég bara segi nú bara hvetjum við öll unga fólki til þess að gefa kost á sér. Það verður farið að opna fyrir kosningu núna bara í lok febrúar og það verður orðið ljóst kannski í mars eða apríl hverjir verða á næsta kirkjuþingi og í maí, já, kirkjuþingi okkar verður í mars. Þannig að þetta verður bara spennandi og við sjáum bara það oft þannig að það hægt að gera hlutina öðruvísi en með einhverju skipan að ofan. Þannig ég óska þess að bara það verði þannig. En var eitthvað sem vildi taka til máls að lokum? Já, séra Bjarni Þór, gjörðu svo vel. Heiðraða samkunda. Ég með 6 kíló hérna í fanginu. Þetta eru 3 bækur, sama bókin, eftir hann Dr. Gunnlaug A. Jónsson sem heitir Áhrifasaga Saltarans. Og okkur langar til þess að færa forseta kirkjuþings og biskupi Íslands og biskupsritara þessa bók að gjöf í tilefni þess að þið haldið fundin ykkar hér í þinni gömlu heimabyggð og þú ert líka búin að vera forseti kirkjuþings í mörg ár og bara þú staðir rosalega vel og kæra þakkir fyrir þína vinnu, framlag. En hann Gunnlaugur A. Jónsson, hann var á leiðinu til þess að árita bækurnar og hann á leiðinni. Þannig að hann áritaði þær til ykkar. En nú vil ég fá að færa þér, gjörðu svo vel. Og bara einlega til hamingju með allt þitt framlag. Og biskup Íslands, þú fær líka bók og hún verður árituð innan skams. Takk fyrir. Og Eva Björk. Ekki að fá mynda okkur saman með? Jú, bara þegar tími til. Bara einlega til hamingju. Já, það tekur einhver myndina. Já, og Gunnlaugur náttúrulega á leiðinni. Já. Við skulum... Já, og við skulum gefa þessum 3 ungu konum gott klapp. Betra að hafa þetta svona heldur en svona. Jú. Það er eitthvað samfélagsmiðlana. Nákvæmlega búin á sér. Takk fyrir. Já, njótið. Þetta afar góð bók. Ég ætla áður en að ég slít þessu fundi að þá ætlar Guðmundur Þór bara í lokinu ætlar að Guðmundur Þór að fá að segja aðeins frá heimasíðunni kirkjuþings, þannig að gjörðu svo vel Guðmundur. Já, maður langaði bara rétt örstutt að vekja athygli ykkar á nýrri heimasíðu fyrir kirkjuþing sem er undir léninu kirkjuting.kirkjan.is. Hún er líka aðgengileg frá aðalsíðunni kirkjan.is. Þar tengill á þeirri forsíðu undir kirkjan.is sem heitir kirkjuþing. Á þessari nýju síðu verða að sjálfsögðu málin, þingmálaskrá svokölluð, og þau verða sett inn líka gömlu málin, sem sagt frá síðasta þingi og þar síðasta. Þannig að ég bind vonir við að allt kjörtímabili verði komið inn mjög fljótt. Til viðbótar þessu þá eru stefnur þingsins sem hafa verið samþykktar umliðnum árum þarna inni, aðgengi gerðum kirkjuþings, úrskurðum úrskurðarnefndar,
flestar heimildir, lög og reglur, starfsreglur, kirkjujarðasamningar, álitsgerðir, efni sem oft spurt og með öðrum orðum ég vona að þessi nýju vefur sé bæði aðgengilegri og gagnlegri heldur en sá eldri og hvet ykkur til að hafa samband við mig ef þeir eru með ábendingar eitthvað sem að má betur fara. Þetta var nú það sem ég vildi segja. Takk. Bara þakka þig kærlega fyrir Guðmundur og allt þitt starf og ég þakka starfsmönnum Kirkjuþings fyrir þeirra starf, þakka fyrir að fá að vera hér í Seltjarnarneskirkju, það afskaplega ánægjulegt. Finnst ég vera algjörlega heimavelli og þá bara óska ég ykkur, bara þakka ykkur fyrir góðan fund, málefnalegan og góðan, við þurfum að ræða saman og það er aldrei gert of mikið af því og þá kemur sér að Gunnlaugur, doktor í salinn og tilbúin að árita, en ég segi þá þessum fundi slitið til 8. fundar verður boðað með dagskrá. Fundi slitið.